Ég fædd á Laugavegi 2 í hjarta borgarinnar árið 1935 og ólst upp þar. Ég ólst upp af einstæðum föður. Því mamma dó þegar ég var 3 ára og bróðir minn 5 ára. Svo við vorum þarna, pabbi minn blessaður, sem var mjög fullorðinn þegar hann átti mig. Hann var 63 ára. Svoleiðis að þegar hann tekur við uppeld okkar systkinanna, sem hefur nú ekki verið auðvelt, þá hann orðinn fullorðinn maður, eins og getur skilið. Og fyrst fannst mér þetta alveg rosalega óþægilegt að eiga svona gamlan pappa. En svo þegar ég hef orðið fullorðinn og fer að hugsa tilbaka, að þá finn ég að ég hef átt betri uppvöxt heldur en bara nokkurt annað barn. Því pabbi var auðvitað komin á eftirlaun, hann hafði nógan tíma fyrir okkur og svo þegar ég var að ráskast með hann vildi hann gerði eins og gifta sig og annað og við rifumst. En svo þegar við sættumst, þá fékk ég að sitja í fanginu á honum og hann var svona herramaður gamall og hann var í svona jakka alltaf og ég fékk að setja hendurnar svona undir jakkabóðungana og leggja eyrað á mér við hjarta á hann. Svona gátum við setið tímunum saman. Og það var aldrei nein spurning svona, Gunnar mín, nú fer þetta að vera nóg. Aldrei. Það var bara ég sem losaði faðmlagi þegar ég var búin að fá þessa, þennan svona kærleika í kringum mig. Ég oft hugsaði það síðan. Ég kunni ekki að meta það þá, en ég kann að meta það eftir hún fullorðin kona. Og ég minnist þess að einu sinni þegar við Palli vorum bæði með eitthvað influensu eða eitthvað úgulega leiðinlega, þú veist hvað krakkar leiðinlega, þau eru veik. Þá kom kona í heimsókn og hún var rauðhærð í peysfötum og var myndarleg kona og ég mætti hún sagði við pappa, Ásmundur, ég tek börnin. Og það var ekkert með það að það næsta sem ég vissi, ég hef verið svona 4-5 ára, að þá ég komin upp í Grafarholt. Og í Grafarholti voru 3 systkini sem voru sama aldri og í Palli. En það breytti því ekki að þetta söknuður okkar eftir pappa og mömmu og allt það. Gerði það verkum við lékum okkur voða mikið bara við 2. Og svo var það þannig að það var gamall maður, afi barnanna sem voru á jafnaldrar okkar. Björn Bjarnason í Grafarholti, mikil sveitahöfðingi. Þetta var gamall maður og hann var með skegg alveg niður á bringu. Og hann ákvað að taka mig að sér. Og hann var í svona herbergi upp á lofti, eins og gamalt fólk var oft í þá daga. Og ég trítlaði þarna upp til hans og hann kenndi mér að lesa og kenndi mér að skrifa og lék sér við mig á dúkkulísum. Þessi gamli sveitahöfðingi. Og ef ég hefði gert eitthvað að mér þannig niðri, þá hljóp ég upp stigana, upp til afa, settist í fangi á honum og lét svona skeggi fyrir andlitið. Þá gat enginn náði í mig. Og þetta ég oft hugsað eftir ég var fullorðin. Ef maður fékk vonda dóma eða eitthvað svona var erfitt í lífinu, þá langar mig oft undir skeggi hans afa. Ég hef hitt marga manneskjur þar sem svona lítið stúlka var að segja þeim að hún ætlaði sér að vera leikkona. Já, það tók nú allir svona mátulega mark á því. Því ég var ekkert sérstök svona í útliti eða það var ekkert við mig sem sýndi að ég myndi verða leikkona. En ég var alltaf ákveðin í þessu. Og þegar pabbi ætlaði að senda mig á húsmæðraskóla í Danmörku, að þá bara stundi ég upp, pabbi, ég ætla að vera leikkona. Og pabbi þetta brást strax við, sko. Það sem okkur langaði að gera, og bara vann hann að því. Og hann fann auglýsingu frá Lárusi Pálssyni, leikara, þar sem hann auglýsti að hann væri með leiklistaskóla. Svo hann sagði mér að fara heim til Lárusa Pálssonar og sækja skólavist. Og ég var ekki nema 15 ára og var næstu 3 árin hjá besta kennara. Því að hvorki erlendis, hvorki Englandi, né í Þjóðleikhússkólanum fékk ég annan eins kennara. Og svo tók ég prófin í Þjóðleikhússkólann og ég man það að ég sagði við Lárus, hvað á ég að flytja? Á ég ekki að flytja Steinunn í Galdra-Lofti eða eitthvað rosalega flott? Þá sagði Lárus, nei, mér finnst þú að flytja ljóð. Hvaða ljóð?
romantískt ljóð, hvað? Mér finnst þú að flytja þjóðvísa eftir Tómas Guðmundsson. Og mér fannst það ekki alveg nú tilþrifa mikið. Ég var að bara komast inn í Þjóðleikhússkólann var bara máli. En þegar ég kom upp þarna skjálfandi eins og krakkar eru, þeir eru að fara að flytja prófin inn í skólana, að þá sá ég hann, Lárus. Hann var þá í prófnefndinni. Og ég man að ég horfði yfir til hans og ég flutti þetta fallega ljóð Tómasar. Ég hélt ég var í smámey og hugðist vera til eins og heitt fólkið bæinn. Og svo á þessu látlausa ljóði þá komst ég í Þjóðleikhússkólann. Manni fannst maður hafa hlotið heiminn. Og svo tók ég próf út úr Þjóðleikhússkólann og ég ætlaði að fara strax út til Englands og fara í próf þar. En Lárus sagði bíddu einn vetur og síðan skaltu fara. Þú ert þá unga, það skaðar ekki. Og þá fékk ég að leika hjá honum lítið hlutverk og ég lít alltaf á það sem fyrsta. Ég fékk að leika hjá honum úr Deiglunni. Hann setti það upp í Þjóðleikhúsinu og ég fékk að leika Betty Paris, lítið hlutverk. Og það var þannig sem ég debuteraði og svo fékk ég að leika. Við vorum statistar í öðru leikriti, það var Tyrkjagöta og þar átti ég að fá að hafa setningu. Við minn almátt, það var svo flott. Og ég var að æfa þessa setningu bara alltaf heima og götun og allstað. Og setningi var svona, já ég segi fyrir mína síðu að ég myndi vilja læra þetta allt saman aftur hjá 40 náunga og Hallgrími Péturssoni. Já. Og svo bara keypti pabbi sig inn í bestu sætum. Það var ekki frumsýning sem ég skandalíseraði, ég svo þakklátt fyrir það, því pabbi var búinn að kaupa sig inn. Það var genarpröfu sem að ég var svo æst og ætlaði að gera þetta svo vel. Og það staðreynd að það sem maður ætlar að gera betur en vel, fer oft verið en illa. Því ég skeiðaði þarna á sviði og var hress og sagði, já ég segi fyrir mína síðu að ég myndi vilja læra þetta allt saman aftur hjá 40 náunga og Jónasi Hallgrímssyni. Já, það var ekkert að gera. Lárus var búinn að kenna okkur að við áttum aldrei að leiðrétta okkur. Svo það var bara skeið var skeið. En pabbi sá þetta sem. Það var í eina skipti sem hann sá mig á sviði. Það var í Tyrkjagötu. Og þá sagði ég setninguna rétt þegar pabbi var hann. Og svo fór ég til Englands. Og þar var auðvitað inntökupróf. Og ég vil segja það englendinga að þeir eru vinir vina sína. Þetta eru bestu vinir sem maður eignast. Auðvitað eignast maður bestu vinina þegar maður er ungur og í námi og við erum að vinna því sama. En allavega ég var mjög heppin. Já og svo voru frægar dömur sem voru á skólanum með mér. Það voru að vísu ekki bestu vinir mínir því að þær voru á 3. ári þegar ég var á 1. ári. Og þetta var Vanessa Redgrave og Judi Dench. Þær voru þannig á Centralum leið og ég. Og ég man eftir því að ég átti að fara að leika Júlíu og fór niður í klefa, niður á saumastofu og var að máta náttkjólinn á Júlíu, átti að leika balkónin sinna og ég man að ég tók svona niður fyrir axlirnar og reyndi að vera of sexy og þá fór saumakonan að hlæja og sagði það svolítið munur á íslenskri Júlíu og enskri Júlíu því Vanessa Redgrave var hérna niður hjá mér að máta búning á balkónisennina hjá Júlíu og hún tók hálsmálið og setti það svona upp. Það var dálítið óheppilegt en Þjóðleikhússtjóri auglýsti mig sem efnilegastu ungu leikkonuna sem væri núna að koma frá námi. Þetta er ekki nógu sniðugt enda bara, ég kolféll við þessa væntingar. Ég veit ekkert hvað það er út af væntingunum. En það var ensku leikstjóri sem var með þessa sýningu. Voðalega flottur leikstjóri, Sir Walter Hutt. Og hann hafði séð til mín á Central og bað þessa leikkonu í sýninguna. En eitthvað var ég á mikið að gera eins og ég held að hann vildi ég yrði. Og ég man eftir að ég átti á einu stað að segja setningu sem er bara svona einföld og þessi. Þarna gengur epikótóð.
og Walter Hudd sagði, you must say it very, very slowly so we get the atmosphere. Svo ég horfði út í sviðsvængin og sagði, þarna gengur eppi hotdof. Og svo fékk ég svo vondadóma, það ekki hægt að lýsa því, það var bara og ég hugsaði með mér, ég á aldrei eftir að fara á leiksvið framar. Það bara, ég er búin að vera. Ég átti að fá að leika dótturina í Föðurnum eftir Strindberg. Hjúk, ég myndi alltaf áfram að vera á leiksviðinu. Þá uppgötaði ég er ófrísk. Og í þá daga, sko, þá voru engin svona orlof og ekki neitt. Og aftur hélt ég væri búin að vera. Ég var auðvitað gift sætasta stráknum í Reykjavík og allt var bara í heiminn ljóma. En bara leikferill minn var búinn. Ég myndi ekki geta leikið dótturinn í Föðurnum. Svo gerist það, ég eignast náttúrulega yndislegt stúlkubarn og hún var ekki náttúrulega 3 vikna þegar síminn hringdi og Helgi Skúlason bauð mér hlutverk í Iðnó. Og mér var alltaf dreymt að fá að leika í Iðnó í svo krúttlega leikhúsi. Og þá sagði Helgi, þetta er við þessu mjög lítið hlutverk, Guðrún, allt í lagi, bara allt í lagi. Já, þú ert að leika vinnukonu, fínt. Og svo segir hann það samleistur núna mánudaginn kemur. Og sem ég var að labba frá Reynimelnum og niður eftir fram hjá Tjörninni, þá allt í einu bara hvolfdi yfir mig hugsunni að ég var nýbúin að eiga barn og ég hafði fitnað svo mikið í meðgöngunni. Ég hélt að þetta færi allt amman í það var eitt barni. Ég hafði fitnað svo mikið og ég sagði með mér, hann á eftir að sjá mig og hann á eftir að segja, nei, fyrirgefðu Guðrún, þú leist allt öðruvísi út heldur því ég bauði hlutverkið. Svoleiðis að ég held við verðum bara að bíða með þetta og fá aðra. Og svo kom ég niður í Iðnó og þá var allt fólkið á samlestri þarna á sviðinu í Iðnó og ég birtist og þá stóð Helgi Skúlason upp og sagði, fínt Guðrún, fínt, Dóra á einmitt að vera svona feit. Svo ég misti ekki á hlutverkinu og Fitubollan fékk að leika Dóru og svo komu dómar svona rosalega fínir og það var náttúrulega dálítið svona tvíeggjað að eini dómarinn, ég held að það hafi verið í Vísi, að þar sagði hann Guðrún Ásmundsdóttir lék Dóru vinnukonu frábærlega vel, það var eins og heimskan og einfeldnin væri henni í blóð borin. Bróður mínu þótti þetta fyndið og hengdi þetta upp á vegg allstaðar og allt í lagi. En þetta er satt að segja einu dómarni sem ég man orðrétt á 50 ára leikferli. Hart í bak var svo sýning sem gerði með leikkonu. Það er eitt vafamál. Og Jökull Jakobsson skrifaði þetta hlutverk fyrir mig. Og ég manna enn að í þá daga þá var bara tíðarandinn sá ef sýnd voru íslensk leikrit þá fenguð enga aðsókn. Svoleiðis að þannig var komið nýtt íslensk leikrit og ég man að við horfðum hvort á annað eftir samlesturinn og það var sagt, þetta er rosalega gott leikrit þó það sé íslenskt. Svo man ég við fórum í kaff út á Hótel Borg og þá vorum við að tala um þetta, hvað leikriti kom okkur óvart. Og þá sagði einhver, kannski fáum við að leika svona 10 sýningar. Það var æðislegt. Það urðu 250 sýningar á Hart í bak. Og við ferðumst landið og ég eignaðist þá bestu vini bara sem hægt er að hugsa sér. Og ég hef alltaf litið á þetta sem það leikrit sem að gerði mig að leikonu. Og það voru mörg ára á eftir sem að landsbyggðin sérstaklega þegar við fórum á turnéin landið. Þeir gátu ekki alveg sætt sig við þegar ég kom og var að leika Mellu eða eitthvað svoleiðis, að því Árdís var mitt hlutverk. Ég man ekki hvaða ár það var þegar við urðum fastráðni leikarar hjá Leikfélagi Reykjavíkur. Ég var yngst af þeim sem voru ráðin og ég man að mér fannst þetta dálítið fyrirkvíðanlegt. Ég hélt að væri svona
meira gaman að vera bara frjáls og bara leika þau hlutverk sem mann eru boðin. En ef maður fastráðin þá leikur maður bara það sem mann sagt. En þegar ég fór að hugsa betur þetta, þá vissi ég auðvitað, það kemur alltaf maður í mann stað. Að ef ég myndi ekki þykja það að vera fastráðin, þá yrðu ráðin önnur ung leikona. Og þá fengi hún auðvitað öll hlutverki. Þau fari ekki að sækja út fyrir þann hóp. Svoleiðis ég ákvað að slá til. Það trúir því enginn hvað ég hef verið þakklát fyrir að hafa fengið að vera fastráðin leikona og hafa leiklistina, vinnuna mína. Og auðvitað var þetta góður hópur og svo komu leikarar inn. Það var ekki það að við værum bara að leika öll hlutverkin. En þá mætum við þessu að allt í hennu fengum við kaup fyrir sýningarnar. Og það réði þetta litla leikhús ekki við. Ef það voru of margir leikarar á sviðinu, þá bar þetta sig ekki. Því að nú þurfti félagið að borga kaup. Og þannig var þetta orðið að sýningarna minnkuðu, 2 manna sýningar. Og svona var þetta, jafnvel einleikur og var mjög þakklátt fyrir. Og svo fólk fór svolítið að missa áhugan fyrir þessum fámennu sýningum, þó þau væru geysilega góð. Að þá fór það svolítið að minnka svona áhugan fyrir Leikfélagi Reykjavíkur. Og Kjartan Ragnarsson skrifar Land míns föður og ætlaði að skrifa þetta fyrir Þjóðleikhúsið því hann vissi auðvitað Leikfélagi hafði engin efni á að leika sýningu með svona mörgum leikurum. Svo bara ákváðu þeir stjórn Leikfélagsins, við erum bara að deyja hérna, við erum bara að fara niður í 1, 2, 3 leikara. Við bara verðum að taka sjansinn og þá bara deyja með sjans. Leikfélagi leggur þá bara upp laupana en það verður eitthvað stórt og eitthvað mikið. Og það gerðist, það stóra mikla. Land míns föður var bara, það var success og við fórum meira að segja til Svíþjóðar og lékum þar með mikla hrifningu og ég mani til því daginn eftir þegar dómarnir komu í sænskum blöðum og við vorum svo óskaplega nervus og tókum blöð, þá stóð sjúklinga Íslandere og svona, Jesús minn, þetta eitthvað sjúklinga, þetta eitthvað sjúklingar eða eitthvað veikburða eða eitthvað. Þá var þetta náttúrulega snilldarleikið af Íslendingum og svoleiðis að maður man þessa tilfinningu. Fyrsta sem ég tók að mér sem leikstjóri, það var nemendur í leiklistaskóla Leikfélags Reykjavíkur báðu mig sem leikstjóra í sýningu sem þau ætla að gera í jólasýningu. Og ég sagði strax við krakkana, heyrðu, nei, ég er leikkona, ég er ekki leikstjóri. Við bara beðum, viltu koma og vera með okkur? Og ég var einstæð móðir þá, þurfti að vinna fyrir mér, kannski alltaf aukavinnu. Svo ég tók þessa áskorun og við sömdum sýningu saman sem heitir Einu sinni á jólanótt og byggðum þetta á ljóðunum hans Jóhannesar og Kötlum jólin. Auðvitað voru jólasveinavísina það líka, en það var líka ýmislegt krumma jólin og við eins og stikluðum, sömdum svo text á milli og stikluðum á þessum ljóðum Jóhannesar. Og ég man það, ég stofnaði ritnefnd og ég þekkti þau ekki neitt, Ritnefndin var Þórunn Sigurðardóttir, Jón Hjartarson og Kjartan Ragnarsson. Og ég sagði, nú þið ritnefnd, nú þið að gera senu þar sem gamla amman fer með barnið sitt út í fjöllin og fyrir að segja frá. Og þau eruðu öll leikritahöfundar. Þessi 3 sem ég valdi þarna alveg að tilviljun. Núna, þegar ég var að setja upp óperudraugin eða Phantom of the Opera með óperu Skagafjarðar, þá allt í henni fannst mér ég vera komin hjá Leikfélagi Reykjavíkur þegar við vorum að setja saman sýningarnar fyrir nýju leikhúsbyggingunni. Og það gerðist þannig. Það var fundur hjá Leikfélagi Reykjavíkur og Áróra Halldórsdóttir, þessi litla yndislega kona, mætir með bunga af handritum á fundin og segir, nú finnst mér
að það eigi að fara að gera eitthvað fyrir nýju leikhúsbygginguna. Og þá stóðu þessir fínu leikstjórar á fætur og sagðu fyrirgefðu Róra mín, en við vorum að tala það hérna félagarnir, að okkur finnst það ekki vænlegt til fjársöfnunar fyrir nýja leikhúsið að fara að sýna gamla 5 ára brandara frá 1930, svo við höfum ákveðið að segja okkur úr þessari nefnd. Við höfum ekki trú á þessu. Og svo genguður út bara. Ég horfði á eftir þessum fínu mönnum og ég hrundi saman í mólukúlur. Ég meina, fyrsta nefndin mín og þarna var þetta bara allt að fara. Þá sneri Róra sér að mér og brúnu augun hennar bara gnistuðu. Fínt, Gunna. Nú getum við haldið fundi í síma. Nú vorum við lausar við eitthvað svona fundaboð til og frá. Enda glóði í síminn. Við bara settum strax upp fyrstu, það var aldamótin, hét það og síðan skrifaði ég sem sagt leikgerð að setti saman úr gömlu revíum. Það voru einar 3 sem voru úr gömlu revíum. Svo kom Spanskflugan og þá setti ég hann upp af því að það var engin leikstjóri og þetta var eiginlega fyrsta leikstjóraverkefni mitt og þá skrifaði ég inn í Spanskfluguna söngva frá því tímabili sem Spanskflugan var skrifuð og þetta sló svoleiðis í gegn og bara lét Gunnhildur fara að trúa því og hún gæti leikstýrt en það var það svo erfitt fannst mér að leikstýra þegar ég byrjaði með Spanskfluguna og þá hafði ég séð það í dómum að leikstjórnin var yfirleitt dæmd þannig hraði góður, staðsetningar góðar. Þetta var í þá daga svona þótti fínt fyrir leikstjórn. Svo ég tók öll kryddboxin mín, þú veist, salt, pipar og tímían og allt það og lét það vera leikarana sko og ef það voru margir á sviðinu þá var til dæmis Gísli Halldórsson tímían og svo ykkur önnur hér og svo gengur hún þangað, þar með voru staðsetningar orðnar góðar hjá mér, voru ekkert góðar auðvitað og ekkert að setja upp þannig en hvað það Spanskflugan sló í gegn og við fórum á túrni landið með þessa söngva líka, þeir gerðu geysilega lukku. Að setja söngva inn í svona gömul leikrit, það hefur reynst mér voðalega vel. Mér alveg sama, þó einhver sé að hlæja mér. Var fyrsta leikriti sem ég skrifaði og þetta leikrit fór í alla skólana. Ég held að það hafi verið fyrsta leikriti sem fór í alla skólana. Það var þannig að Sveinn Einarsson sem þá var leikstjóri að hann bað mig að setja upp leikstýra leikriti fyrir börn sem ég mætti hafa 3 leikara og höfund og við áttum að setja upp eitthvað fyrir börn og ég mátti alveg ráða hvað það yrði. Svo við mættum þarna öll og fórum að improvisera sem kallað og við ákveðum það að það kæmi tröllabarn úr fjöllunum, Bláfjöllunum til dæmis og hún kæmi í skóla í Reykjavík og þar með yrði þetta tröllabarn í svona eins og fullorðin leikkona og svo erum við að tala þetta og ég segi svona við létum þetta byrja með því að tröllabarni kæmi inn í kennslustofu og ég sagði þá erum við að láta tröllabarni spyrja spurningar sem allir krakkarnir vita og kennarinn en ekki barni sem kemur úr fjöllunum og þá segir ein leikkonan ef maður láta hann að spyrja hver Guð og þá bara, ég meina það var eins og ég fengi bara gjöf því að það voru nokkur ár frá því að ég hafði orðið trúið, ég var það hjá vinum mínum út í Englandi og ég hafði aldrei séð neitt færa á því að koma minni trúa neitt í sambandi við mitt starf. Þetta var mikil sæla og svo liðu 3 æfingar og ekkert kom frá höfundinum. Svo ég tók hann á eintal og sagði, heyrðu, þetta er voðalega dýrt fyrir Leikfélag Reykjavíkur að við séum að mæta hér á æfingar. Þú verður að fara að koma með handrit. Og þá sagði þessi góði vinur minn, beint framan í mig, ég nenni ekki að skrifa eitthvað guðsbarna hjal. Já, ég var svo reið.
Ég hjólaði heim og ég sagði, ég skrifaði þetta sjálf og það skal sko ekki vera neitt guðsbarna hjal. Ég skal láta krakkana hlæja og svo víðru og svo settist ég við eldhúsborðið mitt. Auðvitað bað Guð að aðstoða mig svolítið. Mér aldrei dott í hug, ég geti skrifað. En skrifaði leikritið, mér alveg sama þó einhver sé að hlæja mér. Og við lékum þetta í öllum skólum og það var slíkt ævintýri, það ekki tími hérna að segja frá því. Það var þannig að Sigurbjörn Einarsson biskup sem þá var, hann kallaði mig til sín og bað mig að koma með leikrit í kirkjuna og við fórum að tala hvað við ættum að skrifa og hvað við ættum að leikstýra. Og hann stingur upp á leikriti Kaj Munks, Orðin. Og ég sagði við Sigurbjörn, ég held ekki, þetta skrifað fyrir leikhús. Og ég held að verði eitthvað sérstakt þegar það kemur leikhús í kirkjuna. Og þá sagði Sigurbjörn, hann sagði það við sjálfur. Hvað segir við? Í ræðu. Og ég sagði, eru til ræður Kaj Munks? Já, Sigurbjörn Einarsson hafði þýtt ræður Kaj Munks. Og á þeim tíma þegar það var algjörlega bannað á Norðurlöndunum að sýna eitt eða annað handritið annað eftir Kaj Munk þegar nasistarnir héldu völdum. Og á stríðsárunum fékk hann Sigurbjörn Einarsson handritið að ræðum Kaj Munks frá Argentínu. Svoleiðis ég held að Íslendingar hafi fyrstir fengið í þýðingu þessar ræður. Og svo sagði hann við söfnuðin sinni, því hann sagði Sigurbjörn mér, að þið, söfnuðurinn minn, þið lífgið alltaf trúna mína þegar hún fer að vera veik. Og eins og þið vitið þá verið að leika leikrit eftir mig í konunglega leikhúsinu í Kaupmannahöfn, Orðið, þar sem ég læt mann reisa konu frá dauðum. Nú hef ég verið prestur í 20 ár og ég hef hitt svo margt fólk og verið við dánabeg, þar sem fólk þráir ekkert heitar en dauðan. Ég get ekki gefið dauðan. Svo að leikritahöfundurinn, Kaj Munk, getur reist fólk upp frá dauðum, en presturinn Kaj Munk getur ekki eins og gefið dauðan. Og þetta fannst mér svo spennandi, að maðurinn skildi efast sjálfan sig. Því mér aldrei þótt fólk spennandi sem ekki efast getu sína. Svoleiðis að ég byrjaði að lesa þessar ræður fyrst og ég byggi leikritið mitt mikið á þessum ræðum og svo ævisögu Kaj Munks sem hann skrifaði þegar hann mátti ekki halda ræður neins staðar í Danmörku. Og svo lékum við þetta í Hallgrímskirkju í kapellinni og allir leikararnir, bara bestu leikarar í Reykjavík, þau komu til liðs við mig og ég sagði, ég hérna með hlutverkanda, við skulum taka Arnar Jónsson sem lék Kaj Munk. Ég hérna með hlutverk en ég hef enga peninga, ég get ekki borgað. Og þá sögðu þessi leikarar, við viljum taka, þetta gott leikrit og viljum taka þetta að okkur. Og við lékum Kaj Munk og það var svo fín aðsókn í Hallgrímskirkju að ég gat borgað þessum leikurum alveg eins og þeir hefðu tekið hlutverk í Þjóðleikhúsinu. Og svo endaði þetta með því að við lékum þetta í Kaupmannahöfn og Danir gáfu mér Kaj Munk verðlaunin og þau verðlaun eru bara veitt fólki sem skrifar eitthvað fyrir frið í heiminum. Ekki að Martin Luther King hafi fengið þau árið áður en ég fékk þau. Og svo voru fyrirsagnir. Íslendingur skilur Kaj Munk betur en Danir. Svona var þetta allt til alveg ótrúlega heilla. Kristnihaldundi jökli, það var ótrúlega ævintýri. Vegna þess að ég fékk að hlaupa inn í, ég held að það veri eitthvað 5-6 sýningar sem ég fékk að leika Úu til Helga Backmann, forfellaði sem lék Úu. Og þetta hafði auðvitað, eins og fyrir alla, verið drauma hlutverkið, fá að leika Úu. Og ég man eftir því að það hjálpaði mér hvað mest við að vinna Úu, þessar raffineruðu flottu konu, að á æfingu hafði ég frétt af því að skáldið Laxness, hann satt fram í sal og mjög viðkvæmu atriði í kristnihaldinu, þá hafði hann skrúað frá hlátursvél. Þú veist, hann hlátursvél, þar sem maður heyrir eitthvað rosa, óskaplega hlátur.
og leikararnir bara frusu á sviðinu og þannig satt skáldið með hlátursvél í vasanum og slökkt á hann og sagði, svona hlær Úa. Já, þetta var mér lykillinn að hlutverkinu. Þessi raffíneraða flotta kona, hún hló svona ruddalega. En sem sagt, svo hefur áræðilega Helgi Hálfdánason, þýðandi, þar bara nefna Helga Hálfdánason, og föllum við leikarar í stafi fyrir þá gjafi sem hann hefur gefið okkur. En ég hefði kynst Helga, ég satt sig, ég man það ekki. Ég held að það hefði bara verið svona mín aðdáun og ég hefði fengið hann í kennslu með mér í leiklistaskólanum og svo er ég að leika hann á Úu og morgunin eftir þá kemur leigubíl með pakka til mín og ég opna pakkan, það var þetta fallega eintak af enskum ljóðum, ekki þýddum, og bókin heitir Golden Treasure og ég opna og þar er miði frá Helga. Bravo, Úa. Blómvöndurinn er á blaðsíðu með minnir 162 og ég fletti og þar var ljóðið eftir Wordsworth, The Daffodils, og inn í ljóðinu stendur 10,000 daffodils saw I at a glance. Svo hann Helgi Hálfdánar gaf mér 10,000 páskaliljur fyrir að leika Úu. Ég held að þetta sé bara flottasta frumsýningagjöf sem ég fengi. Enda frá einstökum manni. Það var óskaplega gaman að fá að leika í Leikhúsálfunum eftir Tove Jansson, þann fræga barnabókahöfund og stórkostlegu konu. Og leikstjórinn kom hingað til landsins. Hún er mjög frægur norskur leikstjóri og þessi leikstjóri, hún bara fór út allt að leita leikurunum sínum. Hún vildi ekki bara láta leikhúsi segja þessa og leika þetta og þessa og leika hitt. Heldur fór hún og skoðaði allar sýningar sem leikfélagi hafði og svo sá hún sýningu sem ég hafði gert fyrir skólana sem var samsetning hvað Shakespeare sagði leikara og svo samsetning heitir Öll veröldin leiksvið. Og hún var svo hrifin af þessari samsetningu að hún bað að fá að tala við leikstjóran. Og þá hugsaði hann, þessi á að leika Vestlu. Og Vestla var, hún var vinnukona Fílufjónkunar sem Sigríður Hagalín lék og Vestla var óskaplega dugleg en hún var svo ófríð. Og ég hafði ofsalega gaman að þessu hlutverki. Svo kom Tove Jansson á frumsýninguna og hún bjó til litla dúkku handa mér og setti svona undir fæturnar Veislu sem var dálítið svona stórar, setti Tove Jansson og ártalið og Ragnar Kjartansson, sonur minn, hann var alveg heillaður af þessari dúkku. Og hann var alltaf að segja við mig, mamma, þú átt marga dýrmæta hluti, en þessi dúkka gerð þér í hlutverki eftir Tove Jansson sjálfa er sá dýrmætasti sem þú átt. Og auðvitað týndi henni. Dúkkan var týnd í mörg ár. Svo, það sýnir kannski hvað, ég er svona ekki á hverju ári að gera hreint í skápunum. Þá fann ég dúkkuna út í horni og einhverju skáp sem ég hefði ekki farið í all þessi ár. Og gleðin, hjá mér líka að finna dúkkuna og allar þessar minningar. Það var ekki bara það, heldur líka þetta Ragnar, það bara brast í honum hjartað þegar að dúkkan Vestla gerði að Tove Jansson var týnd. Svoleiðis að ég gaf honum dúkkuna og ég held að hann sé búin að gera eitthvað, láta gera eitthvað fiffir í eitthvað gler utan hann eða eitthvað, ég veit það ekki. En allavega minningin þetta og þetta yndislega samstarf, bæði við leikarana sem léku þarna, Múmínu álfana og svo þessa leikstjóran og Ernu Táró sem var finnsk. Og leikstjóran kom oftast upp á svið og sagði, Where is Finlandia?
kommer, sagði Enna Tára, svona stór og feit og flott og settist á í píanói, algjör snillingur. Kannski er það minninginu þær og dúkkuna og allt sem gerir þetta mjög sérstakt og mikið uppáhalds hlutverk.